Komið í sæl og verið velkomin í Sagnagarð í Gunnarsholti. Efni þáttarins að þessu sinni af ýmsum toga. Í fyrstunni ætlum við að fjalla fræhreinsun og ræðum við Jón Jónsson fræverkunarstjóra í Gunnarsholti. Þá það Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna en þar það Hafdís Hanna Ægisdóttir sem verður fyrir svörum. Að lokum ætla ég að fjalla ögnum ertuyglu. En það kvikindi lét sannarlega á sig kræla síðastliðið sumar. Þar það Guðmundur Halldórsson, rannsóknarstjóri Landgræðslunnar sem verður fyrir svörum. En fyrst þetta fræverkunin og það Jón Jónsson, fræverkunarstjóri sem að tekur við og segir okkur frá. Það 8,5 tonn cirka af túnvingli sem eigum hreinsaðan túnvingur. Síðan nýbúið að klára benispunktinn og hann losar tonn. Og við erum byrjað á melgressi núna og það verður á bilinu svona 8 til 10 tonn af hreinsuðu melgressi. Hvað segir mér gæði hráefnisins núna? Það mjög gott. Ég búinn að vera hérna síðan 2009 og þetta lang besta fræ sem ég hef síðan hér inni. Og hvað gerir þú hérna? Þú færð fræið til þín sem sagt og hvað gerist svo? Hérna það hreinsað og flokkað. Það tekið úr því það léttasta og hismi og nakið fræ og rusl. Þetta fer allt saman sitt í hvern pokan og út kemur bara svona nokkuð með sama stærð af öllu, bara þungt og gott fræ. Og þetta allt saman rannsakað á rannsóknarstofu ekki sett áður en það notað? Jú, þetta fer í hérna svokallaða tekin af svona svokölluð 1000 kornavikt. Þá verður talið 1000 fræ og þau viktuð og síðan hérna spírunarprófað allt saman. Allt fer allt í spírunarpróf. Hvernig svo gengið frá þessu öllu saman? Settur í poka, mismunandi poka eða hvað? Já, þetta allt saman sekkjað í mismunandi þyngdir eftir tegundum og það fer allt saman í húðun fyrst áður en það fer svo út í sáningu. Húðunin skiptir gríðarlega miklu máli, það ekki svo? Jó, hún hjálpar gríðarlega. Hún hérna þyngir fræið svona 3,5 og hún hjálpar því þannig að hún bindur í sér raka og hjálpar því þannig í jarðveginum og gerir það þannig að þú getur blandað þessu í kastreifara saman við áburð og dreift öllu í einni ferð. Þannig ég ímynda mér að þegar þessi húðun kom til söguna þá hafi það verið bylting fyrir þessa starfsemi. Já, alveg sérstaklega meðan flugvélin var notuð því að þetta það þungt og þetta fór þá nokkurn veginn þar sem það átti að fara. En vélbúnaðurinn sem þú nota til þess að þurrka og hreinsa, hvaðan kemur hann? Þetta heitir Vestrup og kemur frá Danmörku og hérna þessi vél svona talsvert komin til ára sinna en það fæst allt í þessi vél en þá og síðast í fyrra keyptum við hennan í Sigti. Þannig mikilvægi þessara starfsemi mikil? Já, við náttúrulega erum að spara okkur gríðarlega gerðir með því að framleiða fræið sjálfur og hérna síðan benda rannsóknir til þess að fræ sem ræktað hér upp á Íslandi að það sé að gera sig miklu betur heldur en innflutt fræ. Þannig að ég heyrði einhvern tíðan segja það að þú hvettir til þess að við gerðum meira af því að ná okkur í fræ á haustin. Já, það mín skoðun að við eigum að bæta verulega í frærækt. Í síðustu viku var verið að húða fræ í frægarði í Gunnarsholti og hér Jón við stóra tromlu en inn í henni veltur fræi fram og tilbaka og húðinni úðað á það. Hér búið að hreinsa burt alla aðskotahluti svo sem strá, laufblöð og annað og aðskotafræ, það fræ af öðrum plöntutegundum en verið að vinna með. Þetta full húðaður og frágenginn túnvingull og hérna hann búinn að fjórfalda þyngd sína. Og þetta farið þá í gegnum vélasamstæðu sem gerir hvað? Hún setur utan á þetta sérstök steinefni sem að gera þessa húðun. Það basalt og kalk og perlít, það svona nokkurs konar kísilgúr. En það sem þú heldur á hérna, það sem sagt alveg fullbúið til að fara með út á akkurinn og sá því? Já, þetta tilbúið bara beint í sekki og síðan í sáningu. Og þá víkur sögunni að Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna en skólinn hefur aðsetur á Keldnaholti í Reykjavík. Ég bað Hafdísi Hönnu Ægisdóttur sem stýrir skólanum að segja okkur frá honum. Landgræðsluskólinn alþjóðlegur skóli á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna og við erum
í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins og eigum einnig í samstarfi við margar aðra stofnanir bæði innanlands og erlendis. Og skólinn í rauninni fjallar landgræðslu og sjálfbæra landnýtingu og við erum að þjálfa fólk frá bæði Afríku og Mið-Asíu í þessum fræðum. Nú þykist ég vita að landsmenn Íslendingar þekki almennt ekki þennan skóla. Og ég gef mig líka að hann sé ekki ýkja fjölmennur eða hver árgangur sé ekki með fjölmennur. Segðu mér aðeins frá því. Já, við höfum starfað frá árið 2007 þegar við byrjuðum að fá hérna 5 nemendur í stutt námi. Svo hefur við verið með 6 mánaða nám á hverju ári frá árinu 2008 og urðum hluti af Háskóla Sameinuðu þjóðanna árið 2010. Okkar helsta starfsemi þetta 6 mánaða nám sem haldið frá mars til september á hverju ári. Þetta svona mjög viðamikið nám fyrir starfandi sérfræðinga sem koma frá fátækum þróunarlöndum sem að glíma við mikla landeyðingu. Þetta við erum að þá að vinna með löndum í Afríku sunnan Sahara, bæði í Ghana og Níger og Eþíópíu og Lesotho og fleiri löndum og svo í Mið-Asíu, til dæmis eins og Kirgistan og Mongólíu. Við erum núna að þjálfa á hverju ári svona 11 til 14 manns. En það eru hins vegar líka aðrir skólar á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna starfræktir í Íslandi og samanlagt þetta 4 skólar og þá eru talan orðin töluvert hærri. Hve margir hafa gengið í gegnum þennan skóla frá upphafi? 87 hafa útskrifast frá okkur úr þessu 6 mánaða námi og sem eins og ég sagði áðan svona okkar helsta sem við gerum, en hins vegar erum við líka við erum aðilar að ráðstefnum, við sækjum fundi erlendis, til dæmis á vegum Sameinuðu þjóðanna, við erum að byrja með námskeið sem að tengi saman loftslagsmál og landgræðslu og sjálfbæra landnýtingu í Uganda, svona stuttnámskeið sem að vera haldið þar núna í september á þessu ári. Svona við erum með aðra starfsemi líka sem við erum að koma á koppinn. Ég held að segja ekki úr vegi að spyrja hvað getum við hér upp á hjara veraldar kennt fólki frá Asíu og Afríku? Já, það einmitt margir sem spyrja að þessu, en þetta er svo sem eðlilegt að spyrja því að maður getur spurt sig hvað líkt við til dæmis Níger rétt við Sahara og Íslandi, en það hins vegar alveg ótrúlega margt líkt. Við ferðumst til þess að landa til að taka viðtöl við kandidata eða þátttakendur fyrir prógrammið og til að hitta okkar samstarfsstofnanir, af því við erum að byggja upp færni innan þessara stofnana með þessari þjálfun. Og það alveg ótrúlega margt líkt af því að ástæðurnar fyrir því af hverju landið hnignar eru svo svipar. Þetta ósjálfbær landnýting, það getur verið ofbeit, skógarhögg og svo framvegis og þetta svo svipar ástæður og svo þannig við erum ofta að takast á við mjög svipaða hluti í öllum þessum löndum og svo aftur móti líka hvernig við græðum upp illa farið land líka, prinsipin þau sömu, þannig að þau læra alveg heilmikið á því að koma á hingað, ekki bara út af þessu, heldur líka það að þau koma frá sínum heimalöndum, sum þeirra hafa aldrei komið til útlanda áður á meðan önnur hafa kannski ferðað smá og þau hittast hér frá mismunandi löndum, koma hérna norður til Íslands og vinna saman og búa saman allan sólarhringinn og þau læra svo mikið af hvert öðru. Þetta allt starfandi sérfræðingar í sínum löndum og það læra mjög mikið af hvert öðru, við lærum af þeim og svo læra þau líka af okkur hér á Íslandi. Þannig að þetta samanlagt mikill lærdómur. Ég ætla einmitt að segja það að íslensku kennararnir þeir hljóta að læra heilmikið af þessu fólki. Já, svo sannarlega. Og það við höfum heyrt það okkar kennurum og leiðbeinandum sem að leiðbeina okkar nemunum að þeir læra líka mjög mikið af þeim af því að við getum svo sannarlega lært mikið af öðrum þjóðum og við erum ekkert að setja okkur á háan hest heldur bara öll að læra. En hvernig veljið þið nemendurinn? Ferðu til dæmis eða þið utan og hittiði hvern og einn áður en að hann kemur til Íslands? Já, við reynum, það í flestum tilfellum svo, já. Við förum og veljum okkar samstarfslönd og svo samstarfsstofnanir sem eru allt á innlendar stofnanir í okkar samstarfslöndum. Þetta geta verið háskólar, rannsóknarstofnanir, frjáls félagasamtök, ráðuneyti og héraðsstjórnir. Allt á stofnanir sem eru að vinna að þessum málum í okkar samstarfslöndum og við förum og höfum samband við þessar stofnanir, förum svo að heimsækjum landi til að sjá hvaða áskoranir þetta land og þessar stofnanir að takast á við í þessum fræðum, landgræðslumálum og umhverfismálum. Og svo tökum við persónuleg viðtöl við kandidatana, þannig að þó við séum ekki með margt fólk, eða stóran nemendahópa hverju ári, þá erum við með mjög góða nemendahópa sem
fólk sem getur svo haft mikil áhrif þegar þau koma heima því þau eru alveg sér valin. Í einstaka tilfellum hefur svo tekið Skype-viðtöl þar sem að þegar við þekkjum vel til stofnunarinnar og svo framvegis. Þannig að orðspor skólans hefur borist nokkuð víða og það er líklega, ég gef mér þessi auðveldara að fá nemendur núna heldur en í upphafi, eða hvað? Já, það er það. Bæði fá við marga tölvupósta fólk sem hefur áhuga að koma í prógrammið, en við hins vegar veljum eftir þessari strategíu að við erum að byggja upp færnistofnana, þannig að við vinnum bara með stofnunum og sem að þá benda okkur á kandidata sem við tökum svo viðtal við. En við finnum það líka á okkur samstarfsstofnunum sem við erum búin að vinna lengi með að þau eru mjög viljuga að vilja vinna með okkur og þetta er alltaf að vera svona eins og betur smurvél, ef maður getur orðað svo. Hefurðu fylgst með fólki sem hefur verið í skólanum? Hefurðu fylgst með og séð hvað það er að gera eftir að hafa verið hér? Já, bæði fylgist við með þeim, bara við skrifumst á við þau og sendum alltaf til allra okkar samstarfsaðila 2 fréttabréf á ári og við erum með svona Facebook-hóp og svo framvegis. Svo líka það er svo gaman að koma aftur þegar við erum að taka núna viðtöl við kandidata fyrir næstu ár, að þá hittum við líka okkar gömlu nemendur sem margir hafa fengið stöðuhækkun, eru komin í góða stöðu til þess að geta haft áhrif í sínum heimalöndum. Þannig fylgist við líka með þeim og við hvetjum til þess að senda sögur af svona rauninni hvað þau eru að gera, hvort þau hafa farið í nám eða eru að vinna einhver verkefni, þannig að já, við reynum að fylgjast vel með þeim. En nú er þetta fólk hérna hjá okkur í allmarga mánuði. Það er nú eðlilegt að spyrja hvernig því líkar við Ísland. Já, það er þetta margt sem að ég held þeim líkar yfirleitt bara mjög vel það er ekki annað sem við höfum heyrt, en auðvitað er margt sem að þeim finnst skrítið, þeim finnst þeim fátt fólk á götunum, sérstaklega Afríkubúunum, þar sem eru vanir miklu lífi út á götum, þannig að þeim finnst svona, og fólk talar ekki mikið í strætó og svona fólk Íslendingar, en þeim líka bara mjög vel, þannig að það er margt, það er margt sem að kemur þeim svona sérkennilega fyrir sjónu hins vegar, svona sérstaklega í byrjun. Og áætlun fyrir árið, hún gerir semst ráð fyrir því að hingað komi hópur í mars. Já. Og hvert fer hann í upphafi? Þau verða á starfsstöð Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík. Þar er Landgræðsluskólinn til húsa og þau eru þar, þetta er 6 mánaða nám, þau eru þar sem sagt frá mars og fram í svona 20. júní, þá flytja þau austur í Gunnarsholt í höfuðstöðvar Landgræðslu ríkisins og eru þar í svona 1,5 mánuð yfir sumartíman. Þeir eru að vinna sínu einstaklingsverkefni eða rannsóknarverkefni og svo koma þau aftur hérna til Reykjavíkur á Keldnaholti á Landbúnaðarháskóla Íslands í rauninni við lok sinna dvalar þegar þau eru að klára verkefni sitt. Þannig að þetta er svona, svo það er sett upp. Nú blandast þarna saman siðir, ólíkir siðir, ólíkar þjóðir. Hvernig gengur þeim að vinna saman og búa svona þétt saman í hálft ár? Já, einmitt. Það eru þetta heilmargar áskoranir sem að fylgja því og þau læra mjög mikið af því og þau setja sig, við höfum lært mikið í gegnum árin, sjálf svona hvernig, af því þau komið mitt til fólk á mismunandi aldri, þau eru svona frá 25-40 ára, karlar og konur, frá mismunandi löndum, auðvitað eru mismunandi siðir, en þau setja sér, við byggjum þau að setja sér svona samskiptareglur, þegar svona á fyrstu vikunum, þannig þau setja sér sjálf samskiptareglur hvernig þau vilja koma fram við hvort annað og það hefur reynst mjög vel og svo bara förum við vel yfir þetta og tölum við þau þannig ef eitthvað kemur upp að við í rauninni tökum strax á því. Svona lokum, þetta nám sem þið bjóður upp á og náttúrulega vera okkur minnast líka hinna skólana sem eru hér á landi. Já. Er þetta ekki alvöru þróunaraðstoð? Já, það er spurning hvað er alvöru þróunaraðstoð, allan við höfum trú á því að þetta sé góð leið þróunaraðstoð, þróunarsamvinnu, þó margar leiðir séu líka góðar sjálfsögðu. Þannig að sem við höfum trú á er að við erum að þjálfa fólk sem kemur svo aftur til síns heima og miðlar sinni þekkingu. Þannig að við sjáum þá bara árangur okkar nemenda, bæði frá okkur, frá Landgræðsluskólanum, frá Jafnréttisskólanum, frá Sjávarútvegsskólanum og Jarðhitaskólanum og þessi 2 síðastnefndu eru búin að starfa hérna mjög lengi, að það er mjög góður árangur af þessu starfi og sem við erum mjög stolt af. Þakka þér fyrir. Takk sömuleiðis. Að lokum er það ertuiglan. En þetta litla kvikindi er alveg ótrúlegu skaðvaldur þegar lúpína er annars vegar. Ég hitti Guðmund Halldórsson, rannsóknarstjóra Landgræðslunnar á Geitasandi í ágúst í fyrra og hann sagði okkur frá hvað hann og hans fólk var að gera þarna. Við erum stödd á Geitasandi og hér er fólk að safna saman ertuiglu. En hvers vegna í heiminum erum við að safna þessu kvikindi saman?
Þetta er hlutaverkefni þar sem er verið að skoða áhrif ertuiglunar á lúpínu. Það hefur verið miklu faraldrar ertuiglu á lúpínu bara núna síðan upp úr 1990 og það er eiginlega tvær spurningar. Hvað áhrif hefur ertuiglun á lúpínuna? Verður hún til þess að lúpínan fer að hörfa? Það er aðalspurningin. Og hinn spurningin er hvers vegna fór þetta kvikindi allt í einu af stað? Hvers vegna byrjuðu þessi faraldrar allt í einu á þessum tíma? Fyrir þann tíma, fyrir 1990, það er engir þekktir faraldrar af ertuiglu en síðan fyrsti faraldurinn þekkti 91, svo frá 93 má heita að verið stóri faraldrar hver einast ári, mjög stóri, það er ná yfir 1000 hektara. Þannig að það er að höggva skörð í lúpínuna? Það gera það. Það er að lúpínan maður sér á haustin þar sem er faraldur, það er nánast lúpínan algjörlega étin. Það er allt laufhorfið. Og má ætla að þetta kvikindi hafi flutt til landsins upp úr 90? Nei, hún er mjög gömul, búin að vera hérna mjög lengi. Þannig er innland tegund að fara á innflutta tegund sem er óvinnulegt. Það er þarna að eins og við skoðum skógatrén sem er fluttið til landsins, sitkagrenni, alaskaösp, innlendu skordýrategundirnar éta þær ekki, það eru innfluttategundir. Þetta er aldrei sérstakt. Og hvað ætlið þið svo að gera við þær iglur sem þið safnið saman hérna? Það er til þess að reyna að svara henni spurningun, hvað gerðist 1990? Okkur grunar að það sé vegna þess að það hlýnaði á þessum tíma, en við vitum það ekki. Og við erum í raun og veru að skoða lífsferilinn með því að safna með jöfnum millibili við sumarið. Þá getur maður séð hvernig þyngist lirfan, hvernig tengist það veðurfarinu sem er núna. Við gerum þetta á fleiri en einu stað á landinu. Við erum búin að gera þetta núna þriðja sumarið í röð og þá getum við nota þau gögn til þess að sjá hvað þarf sumarið að vera hlýtt til þess að hún klári sér almennilega haustin. Því að ef lirfurnar klára sig ekki á haustinu, þá er annarkvort að þær einfaldlega drepast áður en veturinn byrjar, eða að þær púpa sig en þá púpa hann lítil og hún har minni lífslíkur yfir veturinn og það er þetta sem hann skoða. Getur verið að sumrin áður fyrir að vera það köld að þessi tegund hafa átt erfitt með að klára sig hér. Hvenær má reikna með að niðurstöður fáist? Þetta er hluti af doktorsverkefni, þetta er doktorsverkefni Brynju Hrafnkelsdóttur, Landbúnaðarháskóla Íslands og hún ætlar að verja sína doktorsritgerð á næsta ári og þetta er svona það síðasta, hún er að safna núna á öðrum stað á landinu og svo bara setur hún og skrifar og niðurstöður kom næsta ári. Takk fyrir.